Forsetinn sá sig knúinn til að taka upp hanskann fyrir Kínverja vegna Írafársins sem varð vegna sölunar á Grímsstöðum á Fjöllum. Forseti Íslands segist hafa fundið sig knúinn til að snúa við umræðinu í evrópskum fjölmiðlum fyrirhugaðar fjárfestingar kínverska auðkýfingsins hér á landi og komi í veg fyrir það Írafár sem var í uppsiglingu á alþjóðavettvangi. Hann fagnar áformum Kínverjans Juan Nubós og segir brýnt að fjárfestum frá öðrum heimshlutum en Evrópu sé ekki skipað í óæðri flokk. Áhugi erlendra fjölmiðla hefur verið mikill á áformum Juan Nubós kínverska auðkýfingsins sem hyggst kaupa jörðina á Grímsstöðum á Fjöllum. Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, sagðist fagna áformum Nubós í viðtali við Financial Times í gær. Hann segist hafa viljað slá á það Írafár sem varð í evrópskum fjölmiðlum eftir að fréttir bárust af áætlunum Nubós. Enn á ný átti einhvern veginn að draga Ísland inn í einhverja neikvæða umræðu af því tagi sem við þekkjum frá fyrri árum. Og Financial Times hefur að mörguleyti reynst okkur vel og þannig að mér fannst ágætt að ræða við þá svona þess vegna. Hann segir að ef evrópskur auðkýfingur hygðist kaupa Grímsstaði á Fjöllum, gengu kaupin sjálfkrafa í gegn. Hér eru amerísk stórfyrirtæki, stærstu álfyrirtæki heims, Alcoa, Rio Tinto og svo líka Century Aluminum. Hér eru evrópskir og bandaríski fjárfestar í fyrirtækjum eins og Össuri og Marel og í upplýsingatækninni og svo framvegis. Akkur er þetta Írafár þó komi bara kínversk skáld og vilji efna til samvinnu við Íslendinga á sviði ferðaþjónustu og náttúruverndar. Kosturinn við þetta mál, ólíkt ef það hefði verið Evrópubúi, þá getum við nú sest niður og rætt í okkar eigin röðum hvaða skilyrði viljum við setja og það þjónar ekki okkar hagsmunum að reka á 21. öldinni þegar Asía, Indland og Kína eru hinn rísandi efnahagsveldi í hagkerfi heimsins að reka einhverja stefnu þar sem Evrópa nýtur forgangs en fólk frá öðrum heimshlutum er sett í óæðri flokk. Þess vegna fagna ég þessu tilboði vegna þess að vekur upp umræðu hér á Íslandi. Ólafur sagði við Financial Times að Kína og Indland hefðu reynst Íslendingum vel eftir hrunið á meðan Evrópuríkin hafi sumhver verið fjandsamleg og Bandaríkin látið Ísland afskiptalaust. Þá sagði hann að Íslendingar þyrftu ekki óttast fjárfestingar Kínverja. Er ekkit óvarlegt að þinni hálfu að lýsa því yfir að við þurfum ekkit að hafa áhyggjur af þessum fjárfestingum? Ég sagði almennt að við þyrftum ekkit að hafa meiri áhyggjur af kínverskum fjárfestingum en við höfum haft á amerískum eða evrópskum fjárfestingum. Forseti Íslands segir ekki sé hægt að draga heimsbyggðina í dilka og fagnar fyrirhuguðum landakaupum kínversks fjárfestis á Grímsstöðum á Fjöllum. Forsetinn er andvígur evrópskri sérhagsmunastefnu. Komið sæl, forseti Íslands er andvígur því að hér á landi sé stunduð evrópsk sérhagsmunastefna og fagnar fyrirhuguðum kaupum kínverska fjárfestisins Juan Nubós á Grímsstöðum á Fjöllum. Ekki sé hægt að draga heimsbyggðina í dilka. Fyrirhuguð kaup kínverska fjárfestisins Juan Nubós á 300 ferkílómetrum af landi Grímsstaða á Fjöllum fyrir rúman milljarð króna er áfram umfjöllunarefni erlendra fjölmiðla í dag. Þar er helst fjallað kaldar móttökur sem áform Nubós hafa fengið hér á landi vegna tenginga hans við kínverska kommunistaflokkin. Hann sé grunaður að ganga erinda Kínastjórnar sem vilji festa sig í sessi á Íslandi til að tryggja sér aðgengi að olíulitarsvæðum og siglingaleiðum þegar norðurskautið opnast. Financial Times hefur eftir forseta Íslands að hann fagni fyrirhugaðri fjárfestingu og telji enga ástæðu til að óttast fjárfestingu Kínverja. Við höfum opnað hér allar dyr fyrir evrópsk fyrirtæki og evrópsk aðila til að kaupa hvað sem þeir vilja á Íslandi. En sem betur fer er málið þannig vaxið hér á Íslandi að við getum grannskoðað þetta mál á sjálfstæðan hátt íslensk stjórnvöld og sett öll þau skilyrði sem við viljum setja, en það gætum við ekki ef hér værum að ræða evrópskan fjárfesti. Ólafur Ragnar segir málið kærkomið tilefni til að ræða á nýjan leik hvaða reglur skuli gilda hér á landi erlenda fjárfestingu. Hann segir að ekki sé hægt að draga heimsbyggðina í dilka. Ég varaði eindregið við því fyrir 20 árum síðan að evrópska efnahagssvæði, samningunum það opnaði á þá möguleika. Við hefðum ekki lengur vald á því hverjir eignuðust kostajarðir á Íslandi. Ég er hins vegar andvígur því að við stundum einhverja evrópska sérhagsmunastefnu þannig að evrópsk peningaöfl hafi hér forgang umfram heiðarlega menn frá öðrum heimsálfum. Það á að gilda sami réttur og sömu lög að mínu dómi að hálfu Íslands gagnvart allri heimsbyggðinni.